Lax eiginlega fáanlegur allan ársins hringi í betri stórmörkuðum og því að það er þetta orðið mjög þægileg og góð fæða. Og með þessu ætlum við að gefa hvað ekki. Herri, við ætlum að vera með einfalt og skothelt kartöflusalat. Þetta verður úr sætukartöflum og bætum út í þetta lauk og papriku og smá hvítlauk og ólífuolíu, höfum þetta hollt og gott. Og svo sýnum ykkur eftir alveg þvílíkt einfalda og skothelda dressingu með. Við ekki að byrja á laxinu? Herri, já, við erum hérna með alveg frábæran eldislax. Eldislax er svolítið feitur og í suma rétti er mjög gott að snyrta aðeins fituna af. Og svo er líka smá fita hér sem ég ætla að fá að taka af. Þetta er náttúrulega bráðholt, það ekki? Omega-3 fitusýrurnar. Já, þetta er náttúrulega líka sko, þetta er bara svona auðmeltaleg fæða. Og það er eins og þið sjáu hérna, þá getur verið beingarður hér. Hann er ofta stekinn bara með að skafa þetta hérna. Og draga út með töng. Og draga úr með töng. En ég ætlaði nú að sýna ykkur núna hérna bara hvernig við handurum. Núna oftast flaka maður frá sporðinum, en ég fækk hérna betri bitann og er rauninni búinn að græða á fiskiborðinu. Hann er svona þykkari og auðveldari til að steikja hann. Hann verður ekki eins fljótt eldaður í gegn. Það ég tek og fer þá hér og bara ein snögg hreyfing. Og eins og sjáið sko, ég tek hérna aðeins af. Þetta hvíta, það segja sumir, ég borði ekki eldislax og það getur verið lýsisbragðanum. Það er bara hann þarf að hafa aðeins meira fyrir lífinu að vera viltur og þá er minni fita. En við ætlum að leyfa okkur það að taka fituna af. Þá erum við komin bara með bleikan fisk alla leið. Og það er nú nógu fitin innum að sér það leiðin á milli vel fitusprengdur. Já, meðan hann er að skari sætukartöflurnar bara í svona litla teninga. Hugulegt, þetta er ekkert að vera eitthvað rosalega jafnir allir, bara að þetta sé svona svipað. Og við þurfum að sjóða þetta í nokkrum mínútur í söltuðu vatni og þetta þarf má vera smá kröns í þessu, ekki alveg soðnar eins og venjulega kartöflur. Þá er það laxinn. Það er náttúrulega hægt að steikja hann svona í heilu ef maður með svona stóra pönnur eins og hér, en ég ætla nú að fá að taka hann hérna niður í, segjum svona 4 hugulega bita. Með fisk er þetta kryddan með öllu, en ferska kryddjurtir væri mjög gott, en við ætlum bara að reyna að nota salt og pipar. Til að ná svona náttúrulega bragðinu út úr þessu. Salt og pipar og við ætlum að nota rauninni bara fituna sem er í laxinum. Svo við ætlum með það sama sem að þurrsteikja hann. Við ætlum bara að setja hann hérna yfir á svona grillpönnu. Og við ætlum að leyfa okkur að vera með svolítið háan hita. Og setjum fitulögina fyrst niður, eða? Já, og það ég ætla að reyna að bræða alla umfram fitu. Ég vill ekki hafa neina fitu, ég vil hafa svona mjúkt laxabragð sem var þetta líka frekar við flauel, sko, en svona mikla. Og við ætlum ekki að fullelda hann, við ætlum að hálfelda hann. Lax er mjög góður eins og með graflax. Svona aðeins mjúkur, svona bleikur í miðinni, ekki? Já. En þú ætlar að gera eitthvað með okkur? Já, herru, ég ætla að fara yfir í salsað. Í svona kartöflusalat ætlum við að hafa smá, ég er með svona hvítanlauk, hvernig við þetta. Þessi hérna er rosalega góður. Hann er ekki eins sterkur og venlegur. Við ætlum að hafa þetta svolítið gróft skorið. En náttúrulega salsa, þetta er upprunnið þarna frá Suður-Ameríku. Og við erum aðeins að hugsa heilsuna og þess vegna erum við að taka þeirra matreiðslu og gera hann okkar. Það er svona, venjulega er ekki sæta kartöflur í salsa en við erum rauninni að gera salat sem við erum að kalla salsa. Kartöflu salsa salat? Já. Svo þetta er svona íslensku væddi réttur. Það er þetta samt allt svolítið gróft skorið, það er svolítið atriði, þannig að það sé svolítið biti í þessu svolítið. Og þetta er náttúrulega ekki verra að taka þetta með sér í nesti. Bara kalt daginn eftir. Svona kalda samlokur, sko, maður lifir það ekki á þeim harðan vetur. Það er svona smá box með afgangunum á réttinu síðan í gær. Það hlýtur að bæta heilsuna. Það er smá hvítlaukur í þessu. Eigum við kóríander? Já, við höfum kóríander. Hann verður náttúrulega öllu illa skorinn, hann er náttúrulega ekki alveg eins grófur. Það má alveg vera smá bit í honum. Þetta er bara málið með ferska kryddjurtir. Þetta er alveg svo aðgengilegt. Það er eiginlega ekki afsakavert að nota þetta ekki. Það eru lime juice. Það er mjög sniðugt að aðeins að rúlla læminu svona á brettinu aðeins áður en það er skorið. Þá alveg nærðu öllum juiceinu úr þessu. Það er svona góða ólífuolíu, ekki? Má ég hræra í þessu aðeins aðeins? Góða ólífuolíu, það er líkilatriði. Og í rauninni er þetta bara vínegrætta sem er að koma hérna út úr
sem læmdjúsin, ólífólían, er náttúrulega bara eins og hvert annað vínegrett. Og fyrir svona fáfræðan úlingin, þá má maður kannski fræða hvað hann er að tala vínegretta. Það er rauninni, í salat er oft notað bæði sýru og fitu, í þessu tilfelli læm sem sýran og olían sem fitan. Og þetta erum við að reyna að nota sem bestu olíu sem við fengum. Þetta við viljum náttúrulega nota hana líka sem krydd. Við erum með bragðmikla extra virgin olíuolíu í þessu. Já, það er rosalega. En herru, við viljum hafa líka eitthvað sætt í þessu. Þannig að við vorum að tala um að reyna að setja smá mango í þetta. Já. Til að stækja þetta mango. Og fá að hræra þess aðeins. Varstu búin að sjá þetta? Nei, þetta er víst alveg... Mango hnífur. Það voru að passa að skera það ekki, svona? Já. Þess að við færum okkur aðeins yfir á laxinn. Þess að þið sjáðu, núna er hitinn rólega að færa þessu upp. Og ég ætla ekki að snúa þessu neitt við. En sjáðu þið, við settum enga fitu á pönnuna. Og hérna er, þess að maður segja, þetta væri laxamör í staðinn fyrir lambamör. Og við erum með hennar á pönnu sem er með göddum. Svo þá fer þetta úr matnum. Þetta flæðir ekki að hann verði mjög meir og mjúkur ef við eldum hann ekki alla leið. Við ætlum að hafa hann eldaðan til hálfs. Mangóðin er grófi bitar. Þá er ég komið með kartöflunar úr vatninu, mjúkar og fínar, samt smá bitið með þá. Það fara bara beint inn úti, með alveg fara vel heitar. Og þetta er hægt að nota líka venjulega kartöflur, þá er þetta bara kartöflusalat. En ef ég færum okkur aðeins yfir á laxinn, núna myndi margir segja að hann er ennþá hrár. En það sem ég ætla að gera, ég er búinn að elda hann 2/3 neðan frá. Ég ætla aðeins að snúa honum, bara til að loka hann hérna inn. Sjáu hvað þetta er fallegt. Þetta er, maður gæti ekki verið fallegra. Og núna er hann bara tilbúinn. Og þá ætla ég að færa hann upp á eldhúsbref til að öll umfram fita fari í eldhúspapírinn. Hann er gyllilegur. Það er bara ótrúlegt með lax. Þegar maður eldar hann svona og gleymir hvernig mamma gerði hann, þá ertu að borða þetta bráðnar í munnum maður. Og það passa mjög með þessu salati. Já, nákvæmlega. Og þá erum við með stökkt, mjúkt og við ætlum að gera einföldustu sós á markaðnum. Já, algjörlega på tíu. Þetta hljómar kannski of einfalt. Það er bara málið það að vera með eitthvað gott mangotjötni. Bara gott spicy mangotjötni. Hvað er að segja? Erum við fyrir 4? Það eru svona 2 skeiðar af tjötni og mótið svona 1 dollu af hreinum jógurt. Engum ávöxtum. Það er nefnilega mangotjötni hefur svona náttúrulega sætu frá mangói og þá erum við komið með tengingu við salati sem við erum að gera. Þetta er alveg ótrúlega gott. Ég ætla að taka þetta með mér í vinnuna á morgun. Þá setjum maður bara salatið. Já. Ég ætla bara að tyggja laxinn, svo ætla ég bara aðeins að merja þetta. Þá er ég komið hérna alveg frábært laxasalat. Þetta er sniðugt. Þetta myndur þú bara gefa með það? Þetta myndum við taka með í öðrum. Þetta viljum ekki blanda það saman. Svo brotnar þetta alltaf verið. Já, þetta er svona skemmtilegt. Allt klárt fyrir morgundaginn. Allt klárt fyrir morgundaginn. Eins og gælinn.